Já, við erum í Grundarfirði og hér nú aldeilis skemmtileg keppni í gangi því að það ljósmyndakeppni á vegum Grundarfjarðarbæjar. Við ætlum að heyra í henni Eygló Jónsdóttur sem formaður menningarnefndar og heyra hvað þessi keppni og hvað fólk almennt að mynda og svona. Nú Grundarfjarðarbær með ljósmyndasamkeppni og hefur staðið fyrir slíkri í nokkur ár. Veistu eitthvað hvernig sú hugmynd til komin? Ég ekki alveg klár með upphafið en þetta 11. árið sem hún haldin og aðalega við bara að gera þetta líka til þess að fólk hafi eitthvað að gera, reyna að koma svolítið skemmtilegu lífi í bæinn. Það náttúrulega endalaust myndefni hjá okkur. Nú þetta orðið þannig kannski fyrir 11 árum að þá þurftur að eiga dálítil tæki og tól í þetta. Snjalltækin hafa tekið þetta yfir, það eru nánast börn komin með fullkomnar myndavélar. Eru það að fá dálítið góða þáttöku af öllum aldri? Já, við erum að fá bara mjög breiðan aldurshóp og vinningshafarnir hafa alveg verið frá eins og ég man eftir núna 17 ára og upp í eldri borgara og í fyrra þá var þemað fegurð og þá vorum við 64 þátttakendur 64 myndir sem kom inn, hver þáttakandi má senda inn 5 myndir. Þannig að þetta alveg góð þáttaka í þessu. Þetta ekta eitthvað sem að fjölskyldur geta gert, einstaklingar og fjölskyldur geta gert núna í þessu árferði. Það að fara út og veiða myndir. Algjörlega, það svona, sett notum við daginn fyrir páska þegar kom rosalega gott veður að við sendum áminningu að keppnin í ár væri vetur, þemað í ár væri vetur og að gera fyrir fólk að nýta góða veðri og fara út og taka myndir. Þannig það mátti vera saman í COVID-samveru úti. Grundarfjörður svo miklu meira en Kirkjufelli. Geturðu nefnt eitthvað svona perlu sem fólk ætti að hafa í huga? Já, það náttúrulega svo mikið þess að náttúrulega allur fjallgarðurinn hérna bak við okkur, Helgrundurnar og það Kirkjufellsfossinn sjálfur, Grundarfossinn, það þetta fann á Klakkinn, fram í fjöruna í Framsveitinni, þannig að það alveg helling og bara hér innan bæjar líka, rölta hérna Tangan upp í Þríhyrning eða Peinpúlgarð, við eigum alveg hellingastöðum. Fólk aðalega að taka náttúrumyndir eða þeir eru náttúrulega með mikið dýralíf hérna í fjörunni og bara einstaklinga, þú segir fegur, fólk bara að smetla mynda mömmu sinni? Já, það getur verið fegur, það komin dýrin þeirra, foreldrar, börnum þeirra, þemað eru misjöfn milli ára, við höfum verið með fólk í starfi, við höfum verið með dýr og fuglar, sumarið var einu sinni þemað, en það alveg merkilegt alveg saman hvað þemað að þá kemur yfirleitt alltaf mynd af Kirkjufellinu. Það að tengja það við allt. Það til mikils að vinna, það eru 3 verðlaun í boði, eða ekki? Jú, það veitt peningaverðlaun fyrir 1., 2. og 3. sæti, þannig að þetta alveg töluverð upphæð. Mér minnir að sé 50.000 fyrir 1. sæti og svo 30.000 fyrir 2. og 20 fyrir 3. sæti. Hvað svo þemað í ár hjá okkur? Þemað í ár vetur, þannig að það kannski takmarkast svolítið við nokkra mánuði, en við ákvaðum fyrst að búið að vera sumar að pröfa að hafa vetur með líka. Myndirnar þurfa að vera teknar innan bæjarmarka Grundarfjarðar, sem þá alveg frá Búlandshöfða og inn að Hraunsfjarðarbrú. Þannig að þetta mjög stórt svæði. Hérna stendur öðrum þáttaka til boða eða þarf maður að vera íbúi í Grundarfirði? Nei, myndirnar þurfa bara að vera teknar innan bæjarmarka Grundarfjarðar, þannig að það geti allir tekið þátt í keppninni. Kirkjufelli nú líklega það sem kemur svona fyrst upp í hugan hjá þeim sem að hugsa til Grundarfjarðar. Hafið þið í menningarnefndinni eitthvað verið að bregðast við, kannski breyttum aðstæðum að fólk vera að ferðast meira innanlands í sumar og svona og benda þeim á okkur aðra staði en hérna Kirkjufelli? Já, við erum aðeins að byrja þá vinnu og bara stefnum á það að fylla Grundarfjörð af íslenskum ferðamönnum í sumar, bara fólki sem vil koma að ferðast og það náttúrulega fullt af listamönnum sem búa hérna og eru með opin gallerí og þannig fólk getur rölt hérna og skoða þar og það líka fullt af alls konar stuttum 30-40 mínútna gönguferðum eða gönguleiðum sem hægt að fara hérna innan bæjar og bara í kringum bæjarfélagið.